Daniel Andri, annað tímabilið með lið og nú ertu komin í úrslitakeppnina og sigur í fyrsta leik. Þú hlýtur að vera rosalega sáttur. Já, þetta var svolítið erfitt framan af, mögulega stress í hópnum og bara mér sjálfum en þetta hafði vist allavega fyrir rest. Vonandi getum við haldið þessu áfram bara út í úrslitakeppnina. Það á ekki að vera auðvelt að vinna okkur á Akureyri. Hvað var það sem að gerði það verkum að Snæfell var eiginlega yfir nánast allan leikinn en svo í restina tókum við þetta? Sko, þetta hlýtur að vera með hærri stigaskorum hjá Snæfell í vetur. Það er stjórna hraðanum mjög vel í leiknum og við vorum einhvern veginn bara ekki alveg í takt varnarlega. Gekk illa að tala á hindrunum og vera á réttum stöðum. Og síðan kastaði svæðisvörn í okkur bara í byrjun seinni og spila hana allan seinni hálfleikinn. Og við vorum bara aðeins lengur átt okkur því en ég hefði viljað, sko. Snæfell spilaði fantagóða vörn á okkur framan af og virtist vera stelpurnar eiga erfitt með að finna glufið fram í það. Já, þetta á mínum mati 2 bestu varnarliðin í deildinni og þannig að ég reiknaði ekki með 160 stigum, sko. Ég reiknaði kannski með aðeins lægra stigaskóri. Við erum að fá gott framlag, Matti með 24, Hrefna 25 og þar á 7 þrista. Það er nú ekki ónýtt í svona viðureign. Og Heiðar Himi 16 stig. Þetta lítur að vera sáttur í þetta. Þess vegna var ég hissa á honum svolítið lengi að hrökkva ganga móti svæði. Við viljum spila móti svæði. Gal opnar alveg þristana fyrir okkur og við erum alveg með mannskapi að setja þá. Svo er Hólmurinn næst. Hólmurinn á þriðjudaginn. Við þurfum bara að fara að smala í rútuferð. Dani, ég segi bara til hamingju með sigurinn í kvöld og gangi ykkur vel. Takk fyrir það.